Sebastián. Perfecto, vayan caminando. Hello. Una toma perfecta. Lo último que dije. No, pero nada, atropellar. Soy marinero, por ti seré, por ti seré. La mujer que yo quiero es una morena porque baila la bamba, que es cosa buena y arriba y arriba, y arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Te pido de compasión que se acabe la bamba. Já, komið þið sælgóðu granna og velkomin þennan þátt okkar hérna. Það Hamraborgin og heimurinn allur og það Kólumbía og kennir hennar sem að á dagskrá hjá okkur í kvöld og það þetta Hamraborgarabúar sem hérna verða fyrir valinu. Það Patricia Elvira Soley López og Hjörtur eiginmaður hennar. Velkomin í þáttinn hérna til okkar. Hvernig það nú annars að vera komin hingað alla leið frá Kólumbíu hérna, nú talar þú íslensku ekki? Svolítið, pínulítið. Pínulítið, já. Hvernig það að vera komin hingað norður á hjara veraldar og í allt öðru umhverfi og allt öðru landi? Fyrir mig allt í lagi. Byrja ég búa hérna. Var mjög erfitt, mikið kalt. Öðruvísi veður, öðruvísi matur, pero segna bara allt í lagi. Já. Gott, Íslandia land róleg og ég hugsa að þetta mjög gott fyrir mig og fjölskylda mín. Já, það engin togstreita svona milli þín og þinna fjölskyldu út hér það? Mikið söknuður eða? Náðu þið vel saman? Já, í Kólumbía. Já, bróðir. Hann var lögfræðingur og vinna fyrir Fiskalía í Kólumbía. Og hann var stjóri Fiskalía borg Cali. Og þetta var mjög vandamál fyrir fjölskylda mín. Já. Hann var myrtur þetta ár 28. janúar. 28. janúar, sem hann var myrtur. Þegar þú talar þennan bróður þinn, var hann þá lögreglumaður eða lögfræðingur eða var hann? Já, fyrst hann að læra hans skóla fyrir lögfræðingur. Já. Hann klára hans skóla og byrja hvað heitir þetta íslensku? Sjóver. Marina, kolumbiana. Og hann var þarna 10 ár. Og titulu kapitán. Já, kaftin þar. Já. Og hann segna fara Fiskalía. Já. Fiskalía, það þá ríki eða hérað? Fiskalía, það sem sagt sakadómari. Já, það sakadómari, já. Hann var þá sem sagt rannsóknardómari þarna úti í Kólumbíu. Í Kólumbíu, hættuleg borg. Já, í hvað borg var hann þá? Cali. Í Cali? Í Cali, já. Og það bara þarna í miðri hringiðu eiturlyfja barónuna. Já. Heitast þessum að segja. Svo heitast. Og hvað hét þessi bróður þinn? Hann heitir Felipe Alberto López Soto. Felipe Alberto López Soto. Já, og hann var myrtur þarna í janúar. Já. Nú við vottum sér þetta samúð okkar hérna í Hamraborginni yfir því að hafa mist þennan áskæra bróður.
En við komum kannski yfir á það og eftir, svo við kannski aðeins fyrir meira yfir á þitt uppeldi. Hvernig var að alast upp í Kólumbíu? Mjög erfitt. Nú, hvar kynntust svo þið? Hérna, ágætu Hamraborgarbúar. Hvar kynntust þið? Það var nú svo miklu við kynntustum fyrir á Spáni, eins og margir Íslendingar fara. Já, á Spáni? Spáni, já. Nú svo hélt þetta áfram, við fórum að skrifa bréf og... Já. Já, og það tegðist úr þessu og svo kom hún í heimsókninga. Og ég kom að hinga. Já, hvað ár var það? Desember ár 1990. 1990? 1990. Sér þú kemur hinga? Já, ég komur hinga 20 dagur. Já, í 20 daga. Já. Ég vildi nú freka þá hann yfir sumartíma en það var meira spennandi að sjá snjóinn. Já, var það, já. Og ég fór aftur til Kolumbía og Hjartur fór og helsu 1. júni ár 1990. 1990, já. En nú er það, Hjörtur, nú ferð þú þarna, hefur þú komið til Kolumbíu áður? Eða hafður þú komið þarna áður? Nei. Gerður þið hugulund hvert varst að fara þegar þú varst að heimsækja hana Patricio? Ég fór nú að reyna að finna ykkur bækur og sjá hvernig þetta væri nú. Hvernig land þetta væri og við hverju mætti búast. Jú, sumt náttúrulega gat maður lesið til en svo er náttúrulega margt sem ekkert skrifað í bækur. Nei, eftirlega ekki. Og það er þetta að þú hefur komist að raun það. Já. Svona allt annar menningarheimur og umhverfi. Já. Þú varst starfandi lögfræðingur þarna úti, var það ekki þegar þið hittust? Já, ég vinna í 5 ár. Ég var dómari. Þú varst dómari, já? Já. Kriminal? Já, sakadómari. Fyrir hvers konar brot varstu þá að dæma? Varstu að dæma fyrir óhraðan akstur eða ölvunarakstur eða morð eða... Á hvað stærðar gráðu? Já, fyrst
Ég Já. hugsa fyrst, ég var dómari fyrst, Já, ég skoða fól stela já, þjófnaðir. já, fól pegar Altså árásamál, já, líkamsárásamál. já. Já, þá í þessari í borg í Cali. Nei, Ekki Cali? Bogotá. Í Bogotá? Höfuðborg í Já, Kólumbía, já. Bogotá. Var það þangað sem að Hjörtur sótti þig? Já, Bogotá. Bogotá, já. Já, og varstu þá í mörg ár þarna sem dómari? Já, nærri 5 ár. Í Já, 5 fimm ár? 5 ár sem dómari. Já, já, og þið þá sískinin hafið farið út á hina sömu brauti, þar að segja vera verndarar laga og réttar. Já, Þar sem lögreglumenn og lögfræðingar. já, Er það ekki svolítið erfitt í Kólumbíu? mjög erfitt. Já, þetta er mjög erfitt. Já, við skulum koma inn á þá á eftir, en ég svolítið forveitnar meira þig svona og þitt uppeldi og þá leið þína fjölskyldu. Þetta, þessi lögfræði, hvað á maður að segja, þessi áhugi þinn á lögfræði og áhugi bróðins á lögfræði, það eitthvað sem að faðir ykkar hafði eða? Nei, pappa minn ekki bara lögfræðingur, nei. Nei. Bara okkur. Bara því Já, sískinin? og líka annar bróðir minn læra núna skóla fyrir lögfræðingur. Já. Hann líka filósofo. Já, hann svo heimspeki í heimspekinni. Já, pero hann ekki vil vinna framtíð ramakriminal, ekkert. Hann veit ekki það, Nei, bara... Það semst ekki, nei. Þannig að þú og Felipe, þið voru einu sem fóru í það. Já, pero Felipe, Felipe að gera meira. Hann bara að leita barónið droga og ég ekki. Nei, þú veit ekki því, nei. Nei, ég bara annar. Það er aðrir í því. Hann bara, hvað heitir, hann að gera meira og mikið hættuleg. Já. Mikið hættuleg. Það kannski væri þá alltaf lægi að Hjörtur, hann útskýrði svona aðeins fyrir okkur, ég hef nú grun það Hjörtur að þú getur nú sagt okkur eitthvað frá þessari reynslu sem að þið lentuð í. Nú hún að segja frá því að hún hafi mist bróður sinn í þessu, að hann hafi verið skotinn. Bara þá hvernig, viltu lýsa þessu nokkuð vel fyrir okkur? Já. Óalgengt að menn séu í skotvestu þarna úti? Nei, ekki óalgengt. Nei. En svona hann gert ráð fyrir hinn væri skotvestan Filipp og setti 4 skot hérna í brjóstkassan á honum og 2 í höfuð, þannig að þetta ábyggilega atvinnum með þessu. Þannig að fór fram hjá það sem festingin og svo höfuðið. Já. Er þetta mafíumorð? Já, þetta er mafíumorð. Já, þannig að hann hefur fallið þarna fyrir hendi mafíumorðingi. Það nú sko kannski að mörgu leyti sem að við spyrjum okkur við Hamraborgarbúar hérna auðvitað, hversu nálægt þetta okkur, en auðvitað snertir þetta það svolítið því að hann kom hérna, var það ekki, hann kom hérna í fyrra, hann Felipe, og hann kom hingað í Hamraborgina sem gestur ykkar. Og það er ekki laust í það að mér minnir það ég hafi séðan niður í geymslunum og þá með gamalli konu, gráhærri konu sem að ég tel að hafi verið móðir þín, eða móðir ykkar. Já. En hann kemur þess að hingað og getur þá sagt mér eitthvað svona hvernig var hans staða þá þegar hann var hér? Það var nú hættur í þessu starfi. En su interior se encontraron 62 canecas de ETE, 62 de ácido etílico, 10 hornos microondas, cilindros de gas, papel filtro, 30 botellas de acetona y una secadora.
hora. Al laboratorio se llegaba por una carretera angosta y sin pavimentar, que según las autoridades era arreglada constantemente de manera ilegal con esta máquina del Ministerio de Obras Públicas. El laboratorio luego de allanado fue destruido en su totalidad por los uniformados del cuerpo élite de la policía. Býttu nú við þá að tala einhverja baróna þá eða hvað? Según las autoridades, el laboratorio era cuidado por una señora y ella contó a la policía que los predios donde estaba ubicado el laboratorio pertenecían a un Víctor N, que en estos momentos es buscado por las autoridades. Dice el cuerpo élite de la policía que desde el 4 de julio tienen orden de un juez penal militar de allanar cualquier predio de esta zona donde se presuma que se realizan actividades que tienen que ver. Já, á þessum tíma. Því hann sagði mér að það væri, ég spurði hann, getur ekki leitað, fengið meira öryggi hjá ríkisstjórnin eða fengið ykkur pössun eða verði. Og hann sagði, það engum að treysta. Nei. Það engum að treysta. Þeir eru keyptir líka. Barónir eiga ríkisstjórnin. Það þannig. Já, þetta það. Já. Þá semst það fyrir ofan ríkisstjórn það mafían. Já, stjórnarlega. Hvenær fannst þú fyrst fyrir þessu vandamáli í Kólumbíu? Þú sem kólumbísk kona og þegn. Hvenær varst þú fyrst vör við þetta ofurvald mafíunar? Mafia í Colombia mikið sterk og vond. Já. Pero ég aldrei hugsa þetta mafia drepa bróður minn. Nei. Nei. Mafia sjá alla peningar. Já. Ekki sjá þú persóna góð og gömul og gammal. Nei. Bara sjá peningar, ekki meira. Það peningurinn einn sem ræður. Fjármagnið eitt og mórall ekki til. Siðferði ekki til, heldur peningurinn þessi ræður. En núna auðvitað höfum við frétt og fregnað bæði með þessa baróna eins og Escobar og fleiri að þeir velta alveg milljörðum dollara. Hvernig hinn alþýðu maður, almúga maður gagnvart þessu vandamáli? Alþingi maður opina, para Laira, y no solo allí, también en el sector de la América al occidente de Medellín, donde residía con su familia, más de 500 firmas que serán entregadas esta tarde a la Procuraduría. Já, bara komast áfram í lífinu og alveg á sama hvaða hátt það Það skiptir það engum máli á hvern hátt fólkið kemst áfram eða bara kemst áfram í lífinu. Þetta hinn fullkomni kapitalismi. Þetta hinn fullkomni kapitalismi, já. Ég ekki á móti kapitalismi, en þetta svolítið gróf. Já, það sem að þetta eitt ræður. Já, bara peningavaldið. Já, bara peningavaldið, já. Það það sem ræður núna í Kólumbíu. Já. Segðu mér þá annað öryggi borgaranna. Hvernig það þá? Skerruliðar, og eru það aðrir glæpahópar sem að telja sig vera málsvarar einhverjar stefnu eða hvað? Ég nú ekki alveg kynnt með það, ég held að þeir séu bara að reyna að koma svona til valda, þeim nægir ekki að koma mönnum á þing, þeir vilja taka þetta með krafti. Já. Og það hérna, minnstu kosti einn ekki tveir, það FARC og hvað það? Já, stýrveldisherinn. Og það
flokkar sem eru á móti ríkisstjórninni. Já. Og stundum þetta fólk vil fá líka peningar. Já, Peningar og stundur mikið nærri að fólk mat. Já. Para vinna saman. Þeir vinna saman. Þetta fólk passa que considera que las autoridades colombianas actuaron a la carrera. Já, þeir sem sagt, skerulegarnir, þeir eru sem sagt að mála hjá mafíunni að passa ekrurnar. Ekrurnar, já. Hversu mikið kókaín er ræktað í Kólumbíu? Ég er komið með blað hérna með mér og býtum nú við, hvað er þetta? Já, hérna segja þér, Guðdu, hvað er þetta gamalt blað? Þetta er nú kannski ekki svo gamalt. No, este es de agosto de ahora. Já, þetta er í ágúst á senasta ári, 95. Og þá segja þér hérna að Kólumbía hafi ræktaða 40.000 hektara. 40.000 hektara? Undir kóka. Undir kókalaufið. Já. Og, en þetta er nú bara smá skittir í. Já. Meðan við það að í allir Suður-Ameríku þá er þetta ekki nema 15% af landsvæði undir kóka. Þannig að kóka framleiðslunni í Suður-Ameríku þá eru Kólumbíumenn með hvað mikið 15%. Laufsett að frá Ekvador og byrja framleiðslu. En þessi 15% að þau gera í laufi 250 tonn árlega. 250 tonn? Bara lauf? Á ári? Hefur það nokkuð verið svo að hafið þið prófað að eitthvað reikna út hvað það er mikil verðmæti í þessu? Svo maður spyrja nú eins og aðrir fjölmiðlamenn hérna á Íslandi, spyrja alltaf um það hversu mikil verðmætur í þessu alveg eins og mafía, en ekki tala um staðsefnum eins og verður. Ég hef ekki lesið þetta hérna. Fylgdu nú við. Því ofta tíðum er það þannig að þegar menn er að tala um verðmæti í hinum þessum hlutum, en þá er fyrst og fremst aðferðin og svo hvað tjónið er að þessu. Já, það er náttúrulega önnur deild og það er náttúrulega nátengt þessu líka. Já, einmitt. En býtu við, hvað seldur hérna er það 150 milljónir pesos. Já. Er það fyrir þessi 290 tonn? Jú. Ingresos, dinero, lo que reciben. Fá 150 millones. Já, 150 milljónir pesos. Já. Hvað þýðir það? Það þýðir, hver er pesosin í dag? Er hann? Ég held að séu. Estos son pesos. 150 millones de pesos. Já. Það er pesosin. Er það sami kannski pesosin eins og hérna pesitinn í Spáni, er það? Nei, pesosin er mikið lægri. Já. Þá er þetta töluverða fjárhæði sem þarna fást fyrir þessa framleiðslu. Og hvernig hefur svo þessi barátta staðið yfir við þessa baróna? Eru stjórnvöld og svo þessi barónar, þeir að ná einhverjum sáttum eða einhverjum samböndum þarna úti núna? Því nú heyrir maður að það er bæði í Perú, það er í Mexíkó, það er í Venezuela, það er í Argentínu, Síle og víðar. Það sem að hvert stórhneyksli skandallinn kemur upp, er ekki fólk vonlaust? Þetta er nú eins og með landabruggarinn á Íslandi. Jú. Það gaf nú vel af sig í gamla daga. Já. En landbúnaður í Kólumbíu, landið þarna getur gefið allt af sér. Morgun. En þarna erum við komnir með vöru sem er vel seljanleg og dreifi aðila. Það er það sem. Þetta er góð. Og Escobar, var hann ekki í Cali? Nei, hann var í Medellín. Medellín. Já, hann er döð. Hvernig unnu þeir á honum? Hvernig var hann drefn?
igual í Colombia drepa að Var það lögreglan eða Já. herinn eða já, það var lögreglan? Ég held ég að við hértaði fréttum að á afmælistæðinu að þá að það er þannig að það er fyllt með allir í fjölskyldunni og já, ættingum og vinum, Já, allt hlerað. já, Svo var kallanganum það á að fara í símaklefa og hringja heim til sín og Já. bara semst að tala við fjölskylduna. í sérstöku tilefni þá einhverju Já, eða afmælistæði. á afmælisdeginum sínum, já, þá hringdi hann, En þeir voru með tæknið að finna þetta út þegar menn voru staðsettir nákvæmlega, já, pero já, og hann var tekinn þarna. já, Hann veitti mótspilnu og það var alltaf ekki þannig hennar bara skjóta. pero hann var mjög vond bara ár 1990 1.90, já, alltaf lægja, já, var að gera mikið sprengjur í verslun og á margfólk. já, var einu svona sprengi til Já, að já, hreiðverkastarfsemi miklu. já, hann vil pressionar ríkisstjóri Já, og hann ekki vil senda hann til Bandaríkjur. já, já, En já, þeir voru, já, semst að hótólma framselin til Bandaríkjanna og þar er þeir já, til Já. dæmis. já, Dómari í Bandarík vil fá þetta maður fá hann, já, og hann ekki vil. nei, Og hann bara pressionar, Þrýsta. já, já. trista svona. Já. Nú, þá komum við aftur að okkur hér í Hamraborginni. Nú erum við búin að fara svolítið vel yfir þessa sögu, Kólumbíu og þín upprunn og feril. Síðan er það með bróður þinn. Hann segir að hann hefur náð þarna nokkuð góðum gráðum í ýmsum fögum, ekki? Orðin kaftinn þarna í sjóhernum Já. og svo var hann þarna orðin... Og líka hann var stjóri fyrir stofa jurídica. Hann var stjórni Í eitthvað ákveðni héraði? no, Marina. Svo- Já, hann Það var semst yfir lögfræðingur Já, já. sjóhersins. Yfir lögfræðingur sjóhersins þá? já, í Colombia. Já, í Kólumbíu? Já. Allri? Já. Já, del departamento jurídico. Bara alveg yfir allt landi. Þannig að hann hefur þá verið alltaf í sífelldri hættu. Var hann aldrei með lífverði þá eða? Ekki þegar hann var í sjóhernum, sko. Nei. Nei. Það er í lagi. Ekki vandamál þarna. Nei. En hafði hann aldrei lífverði þegar hann var að gegna sínu störfum þarna sem þá sakadómari þarna Já. Í Cali. í Cali? Oj, Jú, hann sagðist hafa, ef hann þurfti að fara eitthvað þá var hann í bíl sem var hér brinnvarinn og gluggarnir þannig að það sást ekki inn Nei. og 15-20 manns fyllt honum annar fólk á mótorhjólum og bílum Já. vopnaðir verðir og hann var náttúrulega að vera þarna, hann bjó náttúrulega, lögheimili var í Bogotá en hann fann í Cali. Cali og hann gat hvergi verið öruggur, hann bjó í herstöð. Já, Já. Hann var að búa í herstöð til þess að vera öruggur. já. Já. Fékk hann hótunarbréf? Fékk hann skilaboð það að hann ætti vona því að vera drepinn? Já, Ég hugsa bara margir fólk ringja og sagði eitthvað þetta. Já. Og áður síðasta hann var hérna. Hann sagði, ég fara stutt tíma í til Kólumbía. Já. Ég ekki vil búa þarna meira. Nei. Þetta hættulegt fyrir mig og hann vil mamma mín hérna við hann og hann vil tilbaka Já. til annar land. Það þýðir það að hann vildi að mamma ykkar væri hér eftir og hann færi stuttan tíma til Kólumbíu Já, og svo myndi hann stinga af og pero vegna þess að pressan væri það orðin það mikil Já. frá mafíunni. já, Það er nefnilega það. Svo þegar hann var hér á landi, nú fóruð þið með hann eitthvað, var ekki hérna landið?
Jú, ég fór með hann hérna Var hann giftur úr því? Pero han var Ekki giftur, en þau voru að búa saman. já, Þau áttu ekki börn, var það? já. Áttu þau börn? Bara 4 mánuði þegar þetta gerist. Nú, svo þá sem sagt þegar Filippi hérna í Hamraborginni þá hann sem sagt þá á hann von á þessu barni. Já, þá konan hans eða vinkonan hans ólétt úti. Nei, hún kom hérna. Nei, hún Já. kom með honum. Já. Já, þau voru hér bæði þá. Já, og fóru þau landi þá saman. Já. Já, og þá gekk hún með þetta barn. Já. Svo þegar hann fer hérna, þá vildi hann hafa þetta þannig að mamma ykkar yrði hér eftir og hjá þér. Já. Það það töluverður munur á öryggi borgaranna hér á landi heldur en úti í Kólumbíu, eða hvað? Jú, svolítið. Maður sér hvernig gengið frá öllum lóðum, það eru mannheltagirðingar kringum hús Já. og þar fyrir innan eru verðir alltaf vopn. Alltaf vopn. Verðir með skambussi og haglarmi sem mjög vissar. Já. Og fyrir gluggum þá alltaf rimlar, Já. alveg upp á 3., 4. hæð. Ykkar heimili með rimlum? Já. Hvernig finnst þér það að vera komin svo í Hamraborgina? Mikið skrítið. Já. Fyrir mig. Já. Og líka fyrir eins og Alþingi. Já. Ég ekki sjá menn passa Alþingi og þetta var bara mikið hissa fyrir mig. Já, það Já, að geta komist inn í Alþingi og horft á það. Var það á heimsóknardeginum þegar og þú heimsóttir Alþingi? Já. Nú og þið líka? Já. Og töluðu við eitthvað við alþingismenni eða? Já, svona lítilega. Það var náttúrulega forseti Alþingis. Já. Hann var við dyrnar og hugsaði öllum og svo var mann við teikningahúsinu. Það var lífið námi því að hann sagði Það fyrir líka? Já, það stöðið að segja að það hefur maður sprengt eins og þetta hangið. Í Kólumbíu? Já. Það er teikning á öllum hendur. Hvernig fannst það það? Til heiminn. Nei, hann upplifði nýja hluti og þú upplifir það svona svipað og hann gerði að eitthvað svona sérstakt tengst þá sem sagt við stjórnvöld eða hvað? Vinsamleg tengst. Og mann sjáu ráðherra lappa út á götu, það ekki til í Kólumbíu. Nei, bara passa marg. Það eru ábyggilega 100 manna flokkur sem keyrir á undan og eftir þar. Já. Og Svona rukkum á mótorhjólum. Já, og bíllinn blindaður. Og náttúrulega allir gluggar lokaðir og skottelt. Já, þetta er semst allt annar heimur. Og þá ekki þá mamma en hugsaðum bara að koma hingað heim og vera hérna hjá þér? Já, kannski. Ég vil þetta, ég vil mamma mín næra mín. Já, og núna fjölskylda mín bara mamma mín og bróðir. Já, sem úti, já. Já, heitir Alejandro. Hvernig hefur þér eitthvað, hefur prófað það að vita hvort að lögfræði námið eða þekking þín hafi komið einhverja nótum hér heima? Que se prueba. Tu abogados sirve. Já, ég hugsa, ég spyrja, pero ekki, porque Colombia á annar leyes. Það önnur lög í Kólumbíu. Já. Öðruvísi. Já, það sem sagt allt annað diplóma. Já. Svolítið öðruvísi.
En hefur þú farið í íslensku nám eitthvað hérna heima? Hefur þú prófað kannski að gerast löggiltur dómtúlkur, eitthvað svoleiðis? Já, ég vil segna byrja að pröfa að læra. Já. Jú, hún hefur farið í námskeið hérna og... Já. Þetta svona verið hluti sem að auðvitað velti fyrir sér því að í raun og veru þegar svona árar úti með fólk sem vill gæta laga og rétta það þurfi að sæta þessum ósóknum og það náttúrulega út af fyrir sig að Hamraborgin skuli vera skýli fyrir fólk einmitt sem að berjast gegn þessu óværi þarna úti afar merkilegt. Og það er mjög, hvað maður segja, það er mjög þakkaðarvert starf að þess að fólk að gera, en hins vegar vitum við ósköp vel að það mikla hörmungar þarna úti. Hefur ykkur eitthvað fundist þetta elta ykkur hingað heim? Nei, algún busca nosotros. Aquí. Para... Nei. Ekki. Nei, enginn hefur haft samband við ykkur eða... Nei. Það held ég að þeir vinni öðruvísi, sko. Þeir ekki láta ekki á sér bera, en ef þeir verða hræddur að einhver kjafti, að þá bara þakka niður í honum eins og skot. Það ekkert. Hvernig var svo umfjöllunin í fjölmiðlum þegar að Felipe var drepinn? Hvernig fór það, hvernig var það tekið fyrir? Það kom ekstra frétt í Kólumbíu til Suður-Ameríku og Bandaríkjunum og Spáni. Já, það kom frétt það? Já. Alveg hans morð? Já. Hann hefur verið það mikið og áreiðandi maður að þeim hafi verið mikil missir af honum þá? Já, þetta skipt niður í svona einingar þessu landi og hann hvað voru margir sem voru að vinna með Felipe? Nei, ekki með Felipe, svona skipt niður hann Cali. Ég hugsa sko að það hefði verið dómsmálaráðherra sem var fyrir ofan þá. Já, hann hefur verið það hátt settur. Og hann hefur verið svona hverfis þá sko stjóri eða? Já, þetta er náttúrulega mannmargt land og það skiptur sig niður í parta. Já, og Cali, Cauca, annar borg líka, Ibagué, bara margar borg í Kólumbíu. Já, hann hefur verið þar yfir. Já, yfir. Já. Og það hefur aldrei neitt verið, sko, ykkur hefur aldrei verið neitt ógnað eftir hans dauða, ekkert verið... Ég spyrja, Felipe, þú svolítið hugsa kannski mafía fyrir drepa þig? Og hann bara hugsa, þetta folklór svolítið hættulegt og ég vil fara annar land. Og ég vil fara stutt tíma til Colombia. Porque ég veit ekki, og ég ekki vil mamma mín, sagði Felipe, ekki Colombia. Pero kannski Felipe hugsa, hann bara fara strax og allt lagi. Ég hugsa. Það hefur verið svoleiðis. En þá á þessu tímabili þá gangaði frá honum. Hvernig var eitthvað að fjalla þetta í blöðunum svo eftir? Já, ¿qué dijeron de él sobre la muerte? Sýndi mér hérna... Já, það var hérna með... Þú varst hérna með grein hér daginn. Já, þetta myndin af það sem að þeir standa yfir líkinu. Já, þetta var bróðir mín. Og þetta Alejandro, líka bróðir mín. Já. Og þetta kona, hann búa. Altså konan hans? Já, kona. Felipe? Já. Og pappi hennar. Voru þið þarna þá að bera kennsla á líkið þá eða?
Nei, það var ekki það, en ég held að ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það fer fram. Nei. En það verður að koma bæði lögregla og dómari og skoða þetta, bæði veggsummerki og staðsetningu. Í svona tilfellin þá náttúrulega þarf ekki að plástra. Nei. Já. Nei, það er þannig. Pero skrítinn, hann var myrtur klukkan 1 og... miðjan dag? Já, klukkan 1 þetta sunnudagur og hann bara í golf 3 klukkutíma. Lá hann í 3 klukkutíma? 3 klukkutíma, já. Það mátti ekkert gera. Ekki koma lögreglan, ekki koma dómari, ekki koma ekkert. Nú, hver bannaði þetta? Ég veit ekki. Nú, hann bara liggur í 3 klukkutíma? Já, 3 klukkutíma. Að látin á jörðinni? Og það er ekkert gert? Nei. Já, hver stjórnaði þessu? Já. Það er nú það. Já, ég skil alveg hugtæki, sko. En maður trúir þessu varlega, en þetta er svona nálægt manni. Hérna, ég belja sko, maður fær þetta hingað að... Þetta fólk fljótt á milli landa nú orðið og... Já, það er snögt á milli landa. Hvernig er svo með framtíðar horfur hjá þér? Bara áfram. Bara áfram? Já, og hugsa mikið dóttir og sonur okkur. Já. Þannig að þú lifir í þessu öryggi þá. Já. Það er mjög gott. Þessar greinar sem eru hérna, þetta er svona mestum þetta svona kriminal. Já. Þessi hérna. Já. Og það sem að baráttan hers og lögreglu þá við eiturlyf. Já, og ég vil þetta líka. Felipe vinna í Cali og hann skoða certos varones, folk og þetta var mjög, hvað heitir það, mikið fréttir. Mikla fréttir? Já, lögreglan í Cali fá peningar við folklórmafía. Já. Að lögreglun hafi verið mútað? Já, allar bara fá, mafía borgar á hverju mánuðar laun. Já. Lögreglan. Lögregluna, já. Ekki fyrir allar, pero svolítið. En ég var að minnast á aðeins að kona var nú farin að kvarta yfir því að það var bréfin sem hún fékk á móður sinni voru búið opnaðu, mjög snirtilega. Hingað? Já. Hingað í Hamraborgina? Já. Bitinu var búið að opna þau bréf? Já. Hvernig gátti þið séð það? Það var bara opið, það var svo skorið með rangulega einhverju nettu svona í endan. Nú, já. Og var það bara opið? Já. Ekki lokað. Og kona fór nú að skama mig hvurslags póstþjónustu. Hver opnaði þetta bréf? Já, og þetta var... Þú voru að fara út á pósthús og skamaðar fyrir að opna bréf. Þetta var 20 dagar áður var myrtur Felipe. Var þetta 20 dögum áður að hann var myrtur? Já, sem að þú varst vör við það að þessi pósti var opnað. Er hann ennþá opnaður? Laura, þú tjenir kartas? Nei, ekki núna? Nei, mamma mín skrifa hverjum mánuðar, hverjum vika áður. Og þá var ekki svona rifið? Og Filipe Barlivandi var svona. Já. Þannig að áður að hann er myrtur og þá er þetta opnað svona og svo síðan eftir að hann er fallin frá að þá er þetta allt í lagi. Já. En við sáum það á internetinu að kona vildi nú fyrst náttúrulega gera mál út af þessu og sagði þá tollarinn hafi gert það. Ég sagði að þeir hefðu sín límbönd og límdu það kyrfilega aftur. Já, hér. Já. Og það var ekkert á milli mála. Já. En svo sáum við á internetinu að allur póstur sem kæmi til og frá Kólumbíu á þessu tímabili. Á þessu tímabili? Já, bæði persónuleg bréf og viðskiptabréf hefðu verið opnuð. Já. Að skipi stjórnvalda þá? Nei, að bara frumkvæði mafíunnar og aðstoð lögreglu. Og aðstoð lögreglu? Já. Þeir náttúrulega fá sína peninga, þeir eru á svölda launum ríkisstaðsmenn. Já. Þannig er þetta orða sérstaklega í fréttum frá þeim. Já. Og líka, ég var í Kólumbía
þetta ár bara hjálpa mamma mín og ég ville skoða og hver fólk drepa bróðir mín. Já. Og þetta var mjög hættulegt fyrir mig og ég sjá marg fólk kringum mín. Það já. Oftan mín. Já, fyrir aftan þig og kringum þig. Já, kringum. Bara fylgst með. Já, það fylgst með þér. Og skoða. Ég fara verslun og menn, næri mín, alltaf. Já, og... Varst þú þarna þá líka? Sást þú þetta? Nei. Sagði það að ég þyrði ekki, ég var heima með börnin. Já. Því að hefði hún farið með börnin að það nýta sér það. Já, það taka þér. Ef það næst ekki það sem þér ætla að ná í, þá var það bara næsti. Það var það næsti, sko. Það skiptir ekki máli. En er þetta það eina sem þú fannst fyrir að þetta hélt áfram eftir að Filipe dó? Ég veit ekki. Eitthvað meira sem að... ¿Qué es eso? ¿Se va a hacer? Otra cosa. Núna, ég var í Colombia. Já. Februar. Ég sjá, mamma mín búa í blokki. Já, í blokk, já. Og þetta ringur, þetta hverfi passa, ¿cómo se dicen celadores? Já, vörður eða, já. Já, öryggisvörður. Ekki beint gangavörður eins og við kallum það. Já, bara skoða. Sem þá vopnaður. Já, bara skoða hver fór koma þetta hverfi. Og þetta mann, celador, sagði mér, já, ég sjá bíllinn og inn í bíllinn 3 menn con vicio og... Með byssur? Vicio og metralla. Ráfaga, ég veit ekki hvað heitir þetta orð. Vicio og passa að hverjum dag og ringur. Keyrðu hringi í kringum blokk mömmuðunar með byssur og keyrðu það reglulega? Já. Og þeir voru ekkert af vegum stjórnvalda eða hvað? Ég fór fiskalía og sagði þetta. Ég vil hjálpa fiskalía okkur og bara passa kannski guardaespaldas, hvað heitir þetta? Já, lífvörð. Lífvörð. Pero fiskalía sagði nei, núna ekki bara lítið fólk vinna hérna og ekki. Það svo mikil mannfægð. Já. Og þess vegna ekkert öryggi fyrir. Og ég fór til fiskalía að skoða og bróðir mín, næri mín, Alejandro, og búinn ég tala við fiskal á papir bróðir mín Felipe og okkur bara lappa í gata bæinn í Bogotá og margir menn í ringja í kringum þig sem fylgdist nákvæmlega með þér. Þannig að þú hefur fundið fyrir þessu valdi þeirra? Nei, ekki svona. Ég meina þú sást þessa menn? Nei. Þú sást það ekki? No, ég sjá, pero skipta hverjum þeir bara alveg eins. Já, það er sko að þeir skipta á mönnum en þeir gera það sama. Þeir eru alltaf í námunda við þig. Já. Og þetta var sérst rétt á eftir að Filipe dó eða hvað? Já, 3 mánuðar var svona. Í 3 mánuðar var það svona? Já, ég í Bogotá var svona. Ég bara fara út og bara mikið stress og nervur. Þannig að þú ert í góðum höndum hérna hjá honum hirti hérna þá í Hamraborginni, miðað við það sem ég hugsa. Já, þetta öðruvísi. Já, það er það. Segðu mér, Hjörtur, var eitthvað talað þetta var þetta reynd ekkert tíman áður á honum Filipe? Var prófað eitthvað tilræði sem hann lenti í eða? Jú, ég sá í blöðum hérna að það hefði komið menn inn í blokkina. Í þessu, já. Í hvort það er þessu blaði hérna, þessu. Já. Að það komu menn inn í blokkinu með mynd á honum og spurðu hvort hann ætti hana heima. Já. Og hann fór nú ekki til dyra og þessir menn fóru. En hann hafði það fyrir reglu að
hann gekk ekki undir sínu eigin nafni hann úti. Nei. Hann breytti nafn af og til. Já, já. Til dæmis að hann fór í flug milli Cali og Bogota. Já. þá fór hann aldrei á sínu nafni. Nei, nei. Bara skiptir nafn svona til öryggis. Og því að það allt tékkað af, jafnvel í miðasölunni. Já. Og þegar hann kom hingað þá keypti hann ekki miðana úti. Ég keypti miðana fyrir hann. Já. Og sem sagt... Á hans nafni þó? Já, á hans nafni, Já. en þá verður að reykja það. Það bara, hann fer inn á skrifstofu og það búið að borga þá. Já, já. Hann sækir þá. Hann sækir þá. Þannig að þá hefur verið gerða tilraunir til þess að ná sambandi við hann áður en hann var drepinn. Já, eitthvað. Já, já. Þannig að þetta menn sem kunna til verka. Nú, þegar við vorum hann seinast í Kólumbíu jólinn fyrir rúma ári. Já. Að þá bauð hann okkur í sumarhús. Já. Það var nokkuð veglegt, hann átti nú ekki en fékk hjá kunningja sínum. Og við töfðustum nú, við fórum nú einum degi seinna, ég man nú ekki hvað tafði okkur, en þegar við komum þarna þá lögregla á staðnum og segir að það sé búið að ræna öllu. Og staðurinn girtur af, það þarna vörður með sína fjölskyldu. Já. 3 hundar, 2 schäfer, einn schäfer og 2 dóbermann Já. Til að passa svæðið. Já. Og það var gjörsamlega búið að taka allt innan úr húsinu. Allt saman. Allt saman. Þá nóttin áður. Ég hef oft verið að hugsa það hvort að þessi ferð hafi verið ætluð fyrir okkur, sérstaklega. Já, það spurning. Það spurning. Og ég sagði sko, það einn maður, hann gerir þetta ekki. Nei. Tekur undir hendina. Nei. Það þarf vörubíl. Já. Það þarf 5-6 kalla. Já. Það nefnilega það. Svona skellur hurðnari hælum. Hérna sé ég mynd, sko, hérna hann sem sagt í búning, sé ég, hérna, myndalegum búning. Já, þetta hann hérna, já. Hver hérna vinstra megin? Ég veit ekki hver hann, þetta mamma mín. Þetta mamma þinn, já. Og þetta bróðin mín, Alejandro. Já. Bara bráður mín. Og svo þessi mynd hérna. Og hérna Felipe í Marina, Sjóver. Já. Hérna þarna. Já. Og hérna síðan hérna sá ég aðra mynd hérna. Hérna. Í tendamóðir mín. Já. Og hann þarna í Hamraborginni? Já. Hérna sittur hann í Hamraborginni, hvað Hamraborg 14? Já, 14. Hjá Lilju? Já. Tendamóðir mín. Já, akkurat. Og þetta þá sérstætt í sömurinn 95? Já. Sem hann þarna. Já. Og þá líka hér, þetta þessi myndina. Hann þarna undir góðu yfirlæti, hann hefði bara betur átt að vera hérna heima hjá okkur. Já, ég hugsa. Nú það akkurat svona, en hérna sé ég mynda á hann það sem hann að heimsækja Alþingishúsið. Já. Og þarna hann með þarna þingmönnum, hjá, ég sé ég, og mammaðin þarna líka. Já, mamma mín hérna. Og sambýliskonan, já. Já, og hérna svo myndir af þeim tveimur. Já. Já, ég tók þessa myndin í Alþingishúsinu. Já. Hérna líka Alþingi. Sérst að hann hefur verið mjög, sagt, og hérna líka, já. Hérna eru fleiri myndir. Já. Þetta þótt honum alveg perlan í heimsóknina að komast inn í Alþingi og bara sjá þetta persónulega. Já, hann hefur verið mikið hrifinn að því. Felipe sagði, Ísland paraíso. Paradíso. Decir eso. Já, það sem sagt paradís í hans augum. Þetta hef ég líka heyrt marga aðra að segja, ekki bara frá Kólumbíu heldur víðar og jafnvel frá Bandaríkjunum að við það eina að við getum búið þetta öryggi sem við höfum, að það stórkostlegt út af fyrir sig. Það rétt. En hvernig var hann svo þegar hann var hérna Felipe, þegar hann fór svo hér, hafði hann hugsað sér að koma hingað aftur? Já, hann var nú að spá í að fara til Englands og að vera þar. Já. Hann vil að læra enska. Ensku vel og segna bara að læra meira fyrir lögfræðingur. Já, þess að ná gráðu þá upp í. Já.
Þetta hefur verið, þetta er örlega ríkt, þetta er dramatískt. Já, þetta er dramatík og ótrúleg. Já, hérna sé ég hann aftur á móti mjög ungan. Já. Hérna er hann, á hverju heldur hann? Þetta er útskrift, sem diploma fyrir lögfræðingur frá Santo Tomás í Bogotá. Já, þá er hann lögfræðingur. Já, þetta er. Og er þetta eitthvað þá skilt því? Já, þetta er skólaspjald. Felipe og þetta er meira Nemandi, lögfræðingur, og þetta er bara kennari. Já, við kennari. Já. Þarna sem sagt neðanverði. Og svo hérna myndir af honum líka. Já, hérna. Þarna verðist vera ykkur gleðskapur. Já, þetta hefur verið sem sagt hetja. Hann hefur verið hetja í baráttunum gegn glæpum þarna í Kólumbíu. Já, og hann var búinn að koma af stað geysið miklu og þungu kerfi á þá sem hét Process 8000. Já. Og sem skannaði yfir, hann sagði að kæmu svona í málið meira og minna 8.000 manns. Og hvað voru þetta margar blaðsíður? Quanto páginas? Við 35.000 blaðsíður. 35.000 blaðsíður? Já. Það er minnst á marga mæta menn. Já. Í Kólumbíu. Já. Og víðar. Og var það hann sem að hægt þessu átaki af stað? Já, það er svo erfitt að koma þeir eru hálið sem álar þessir stórkallar, þeir láta vinna fyrir sig, það er erfitt að ná taki á þeim, bæði með og þeir eru ekki að standa niður á torgi og selja eða þvo peninga. Þeir láta gera þetta bara fyrir sig eins og fínumennir. Og þeir fundu ykkur átillu til að gera húsrannsókn hjá einum. Einum stjórnmálamann, Nei, einum mafiosa. Þetta, ¿cómo se dice proceso? Þetta proceso Piria, proceso, ¿cómo se dice? Process, það Átasusum Piria, Zeta Madur. Já, við erum á Hann var passa peningar í Folklore Mafia. Cali. Hann er frá Chile. Hann er frá Chile, Já, og Piria, Zeta proceso. Já, það byrjaði á honum en Filip náði þarna í bæði bækur og skjöl og tölvudiska og þarna var alveg tiltækið nöfn og heimilisfang og hvað mikið hver fékk og allt saman kyrfilega bókað. Ég sé það að þú hefur líka komið hérna með úrklipp úr Morgunblaðinu. Já. Það er morgun frá því að laugardaginn 13. janúar. Þar stendur hérna kólumbískur og eiturlyfja baraflóð úr fangelsi Bogotá. Var Felipe eitthvað í þessu máli? Já, Felipe fór til Bandaríkjun og sækja proceso og pruebas. Já, sem sagt sannanir eða sannanir fyrir hann. Para gegn honum. Já. Og að gera, bara hann fara fangelsi. Hann farið fangelsi. Og hann svo flúði hann náttúrulega. Já, hann núna var myrtur líka. Þessi líka? Já, hann bara escaparse de la cárcel. Já, hann flúði úr fangelsinu. Já. En hann var myrtur. Hverju var það? Já. 2 mánuðar seinna var myrtur Felipe. Já. Það er spurning hvort að hann hefur lagt á ráðum með það því að Filip kom honum inn fyrir rimlana. Og var lögreglan trepa. Það að lögreglan hafi gengið frá honum fyrir það hafa drepið Felipe. Já, það er ekki búið að rannsaka málið en það er vilja fáir þreifa á þeim skýrslum. Þeir vilja helst geyma þessi blöð í 5 ár og enginn finnst sekur að þá bara dettur málið dautt niður. Þannig er það. Þetta er hinn kólumbíska aðferð. Já, Kólumbía núna. En það er nú allavega þannig sko að þetta er auðvitað mjög dapurlegt til þess að vita að svona skulle hafa færi ungum manni eins og Felipe er og ég segi eins og ég
vottaðir aftur samúð mína yfir því að hafa mist hann þarna. En leið þá maður mjög ánægður yfir því að það finnast þá til menn í Kólumbíu sem ákveðni að berjast gegn þessum glæpum þarna úti. Og ég vona bara, sagt, fyrir hönd okkar allra hérna í Hamraborginni að þú komið til mig og þú komið til bæði til að lifa hérna með öruggu lífi og hérna algjörlega í friði frá þessum ósóma. Þannig að eitthvað kannski í lokinni sem að þið myndi vilja segja? Já, ekki nema það að menn verða að passa sig á mafíunni, hvort sem þeir eru í innflutningi á efnum eða peningaþvætti. Það ef mafían finnur einhverja hræðslu þá hausinn fókin af viðkomandi. Um leið. Og Elvi, viltu segja eitthvað í lokin, Elvira? Já, mafía. Que bara folk fyrst hugsa mikið hvað folk næri og hvað o sea, con quién se encuentra. Já, bara, spá aðeins í hvernig þetta umgangast í hvert sinn. Og fjölskylda passa mjög vel. Passa fjölskylduna mjög vel fyrir öllu svona gangi. Það ekkert ólíklegt að mafían sé hérna líka. Það ekkert óhugsandi í þessum efnum. En hvað sem því líður, ég þakka ykkur báðum hjartalega fyrir það að hafa setið hérna með okkur í Hamraborginni og hérna óska ég svo ykkur auðvitað góðs gengis og auðvitað sérstaklega fjölskyldu þinni í Kólumbíu framvegis. Já, takk. Takk fyrir.